Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í Styrtaþjálfaran. Þetta þáttur 6. Ég heiti Guðjón Örn Ingólfsson og með ykkur að venju hér í Styrtaþjálfaranum. Gestur þáttarins í dag Stefán Bjarki Sturluson sem styrtaþjálfari eða fyrrverandi styrtaþjálfari Keflavíkur. Hann hætti eftir síðasta tímabil og svolítið að skoða sín mál þessa stundina. Stefán einnig að þjálfa hjá World Class og að gera sér gott orð með einstaklingsþjálfun þar. Og það verður mjög gaman að ræða við hann í svo þætti og heyra svolítið hvernig hlutirnir gengu fyrir sig í Keflavík, hvert hans hlutverk var og hvernig hann kom inn í þetta system sem var í gangi þá hjá klúbbnum. Hann fer líka yfir það að hann var hjá Fram einu sinni og fer svolítið yfir hlutverkið hans þar og berðu saman hlutverkið á Keflavík og Fram og hvernig kannski hann hefur svolítið þróað að móta sitt hlutverki gegnum tíð og tíma með sínum klúbbum. Mjög gott spjall við Stefán og verður gaman að fylgjast með hans næstu skrefum á ferlinum. En með okkur í dag að venju eru okkar 3 stóru og sterku samstarfsaðilar og það sem við ætlum að byrja að fara á í dag yfir Biobú sem matvöru framleiðandi sem sérhæfir sig í lífrænt unninni vöru og þessa dagana eru kjötbollurnar að skora svakalega hátt á mínu heimili. Þar eru við að sjá kjötbollur og kartöflur, jafnvel brúna sósu sem heldur betur vinsæl á familíunni. Ásamt því að fá sér þetta hakk og ef það eru leifar að hakkinu eftir til dæmis að hafa búið til vefju á kvöldið áður þá notar maður jafnvel bara, maður hendur því á pönnuna daginn eftir og lætur smá eggon og býr sér til alvöru vöðvabensín eftir góða æfingu. Og það sem líka geggjað hjá Biobú eru það að þeir eru með þessa mjólkuvörur og þeir eru fyrst og fremst þekktir fyrir sína mjólkuvörur og það á meðal gríska jógúrti sem henda núna mjög vel á þessum off-season ramma sem í gangi núna þegar menn og konur eru að byggja smá vöðvamassa fyrir komandi, ég ætla ekki að segja keppnistímabil því við erum ennþá í smá off-season eða komandi undirbúningstímabil. Og það sem geggjað við svona lífrænt unnar mjólkuvörur það að það innihalda meira lífsnauðsynlegum fitusýrum eins og omega-3 og CLA. Og kjötið þeirra, það kemur beint frá búi og ég veit að það væntanlegt í verslun Krónuna til dæmis og ég mæli hiklaust með því að þið tjekkið á því þegar komið næst í Krónuna og hvort sem hamborgarar, hakk eða kjötbollurnar, þá mæli ég klárlega með því að smakkið á því. Einnig með okkur í dag eru Unbroken sem einn af 4 stærstu styrtaraðilum í bestu deildinni og virkni Unbroken margtækt og getur notað það til að fá jafna orku við daginn sem orka kannski fyrir æfingar eða aðra athafnir og það sem Unbroken líkast þekktust fyrir hraðari endurheimt. Steinefnin og vítamín í Unbroken styrkja ónæmiskerfið og veita orku og jafnvel efla heilastarfsemina og þá erum við að tala um efnaborð við B12, sink, selen og prólín og það engin gerfisykur og ekkert koffi sem gefur einhverja svona auka gerfi orku gegnum daginn. Líkaminn eyðir lítilli sem engri orku í meltingu á Unbroken og því hefst virknin einungis nokkrum mínútum eftir inntöku. Og það sem ég finnst líka frábært það að beint eftir æfinguna fá mér Unbroken, það tekur bara 7 mínútur held ég að leysast upp taflan í vatninu, að þá maður bara komið með góða næringu inn og maður alls ekki þungur í maganum eins og stundum vill gerast þegar maður að negli í sig einhverjum hardcore protein shakeum eftir æfingar. Og þriðji sponsorinn í dag að venju eru Fitness Sport sem með Wow Hydrate drykkina sem fullkomin drykkum fyrir öll tilefni og stútfullur og söltum og steinefnum og líka fullt af vítamínum og meðal annars D-vítamín sem mjög mikilvægt á þessum tíma ársins hér á Íslandi. En svo líka High Five sem hágæða vara sem henta vel íþróttafólki í vörulínunni frá þeim að finna kolvetnablöndur, orkugil og sölt og fyrir fólki í íþróttu skiptir miklu máli að líkaminn fái sitt eldsneyti svo hægt sé að performa þegar á reynir til dæmis í leikjum. Orkugel frá High Five getur reynst mjög dýrmæt orka í hálfleik til að geta keyrt upp orkustigi á nýjan leik í seinni hálfleik. Það sem allir þessi 3 samstarfsaðilar eiga sameiginlegt að þetta eru allt næringar þættir sem skipta gríðarlegu miklu máli hvort sem við erum að keppa in-season eða við erum á undirbúningstímabili eða off-season. Nóg að því, komið að þættinu með Stefáni, gjöru svo vel. Sæl Stefán, velkomin í Styrtaþjálfaran. Já, þakka fyrir. Heyrðu, þú varst styrtaþjálfari Keflavíkur í fyrra og Fram árið áður. Þannig að núna ertu samningslaus og viltu kannski aðeins að ræða svona hvernig þú hefur verið að vinna í gegnum tíðina með þín knattspyrnufélög og undirbúa þau sem styrtaþjálfari.
Hvernig hefur þinn svona ferill þróast og móta sem styrktarþjálfari í gegnum árin? Byrjaði alltaf bara 2001 hjá Fram eftir að hafa þjálfað Alexander Má sem í Þór núna. Sótti mig Fram, fekk hjá Fram, fekk svo kvennaliði Fram. Var í svona, bara svona í rauninni bara með styrktarþjálfun þessi 2 í viku og fór svo meira að fara út og kviknaði líka meiri áhugi hjá mér bara persónulega og leitaði meiri að vera með á æfingum og svo bara einhvern veginn fór maður að mæta í leiki og fyrir season og áður en seasoni byrjaði og var svona bara í frekar litlu hlutverki sko allavega kalla megin. Maður var svona meira kannski með recovery æfingar og kannski eina æfingu í viku, einhver svona drillur, spretti, snerpu og en svo kvenna megin þá væri svona aðeins meira inn þar. Óskar og Anita voru opin fyrir því að fá bara inn hvað sem þannig að maður kannski aðeins meira með þeim að setja upp vikuna og mánuðinn og var með svona kannski aðeins fleiri æfingum, ekki alveg öllum kannski og þá vorum við með styrktaræfingar, vorum með hlaupaæfingar, drillur, snerpu og alls konar. Þannig að þú þróaði kannski svolítið hlutverkið hjá kvennaliðinu frekar kallaliðinu. Þú varst meira bara styrktarþjálfari eða liftingaþjálfari þar en þú varst meira svona bara fitness, physical trainer þegar þú komst inn í kvennaliðið. Já, og fekk svona aðeins meira bara hlutverk í rauninni. Færðum sko styrktaræfingarnar í rauninni út hjá körlunum af því að það var meiri áhugi fyrir því að vera úti og spila meiri bolta, þannig að þá þróaði maður bara það með sér. Ég hefði aldrei farið út, ekki sko, þetta fyrsta ár mitt sem styrktarþjálfari bara punktur sko, hafði þjálfað bara einhverja vini mína og eitthvað og hefði svo bara hendi í djúpulögin einhvern veginn að vera með lið í efstu deild, þannig að það var svolítið stökk en maður horfði bara á einhverja marga tugi klukkutíma af YouTube-myndböndum og fleira af skoða hvernig svona liðin í betri deildum erlendis að gera þetta og það geta reynda að vera mjög misgóð myndbönd. Já, það voru mjög misgóð. Það var alveg sumt sem að ég spottaði strax út bara sem bara eitthvað algjört djók. Líklega eftir eitthvað Atletico Madrid toppand og bósúboltum sko. Já, þetta var mjög mikið af svoleiðis sem maður skimaði alveg í gegnum þetta með stórt sikti sko en maður svona með svona bullshit meter og sem betur fer og var ekkert að horfa á allt sko. Nei, flott. En líka bara búinn að vera á einhverjum leikjum og séð svona einmitt til dæmis bara uppbytun hjá þér og fleirum öðrum og séð svona hvernig maður byggir kannski meira svona common sense hvernig maður byggir upp æfinguna. Maður kannski ekki að fara bara í sprett strax þannig að það eitthvað liðkunn og svo eitthvað létt hreyfing og kannski smá liðkunn og svo auka tempo. Þetta bara svona fyrir mér bara common sense og öðrum styrktarþjálfun. Bara svona stigvaxandi álag. Já, í rauninni. Stigvaxandi ákefð, kannski frekar þannig. Já, og svo náttúrulega með mikið af fótboltafólki í kringum mig, kemur frá Akranesi, þannig að mikið af fólki og skildmennum sem eru bæði að spila erlendis og hafa þjálfað og spila sjálf og þá var maður alltaf með að spjalla mikið eins og Oliver Stefáns þegar hann var út í Norrköping þá var hann að segja mér frá alls konar uppbytun hjá þeim og hvernig hann var að vinna, koma meðslum og það hjálpaði mér rosa mikið svona að byrja í rauninni betur. Já, hljóma frábærlega, nýta þekkingu og reynslu annarra líka. Já. Það er sem það þarf að gera og eins og þú segir líka með bullshit-míterinn þannig að þú sett ekki bara copy-paste að þú ert að skilja hvað er í gangi og alltaf að hugsa af hverju. Já, það er svolítið spurningin, það er þegar maður sér eitthvað áhugavert að fara bara beint yfir í það bara make it sense. Er þetta að fara að skila mér einhverju öðru heldur en bara að lúka cool eða öðruvísi? Nákvæmlega. En hver er þinn bakgrunnur, bæði í menntun og svo kannski í kringum fótbolta eða ertu kannski með annan íþróttabakgrunn eða? Herru, ég er ekki með neitt. Ég var í badminton og karate þegar ég var yngri. Held ég var hætt í 8. bekk, ég var í KR í badminton. Svo það bara that's it sko. Ég held að ég hafi klárað eitthvað 2 crossfit grunnnámskeið og verið í ræktinni síðan 2011 eða eitthvað, en aldrei verið í íþróttum. Lift svona inn á milli, það var 2019 held ég sem þetta byrjaði áhuginn fyrir þessu, þá setti ég mér það með vinum mínum að mæta 200 sinnum í ræktinni yfir árið af því ég hef aldrei verið konsistant sko, endaði 248 sinnum það ár
og skráði mig í íþrótta- og heilsufræði. Var búinn að reyna við sálfræði, búinn að reyna við næringarfræði, fann mig ekki þar og vildi fara meira í eitthvað svona hreyfingartengt, þannig að íþróttafræðin var fyrir valinu og þá kviknaði eitthvað sérstaklega held ég öðru ári með fótboltann. Þá fór maður á fótboltanámskeið 2 sinni í viku, partur af náttúrulega HÍ náminu. Hver kendi það? Það var Pablo Puniet Hann var líka það? og Rúna, konan hans. Já, auðvitað. Og þau voru geggjuð sko. Ég kenndi bara í rauninni 20 og eitthvað ára gömlum gaur bara grunninn í fótbolta. Já, frábært. Maður lúkkaði eins og fáti sko en reyna að taka eitthvað skæri og bodyfeint og eitthvað og það til YouTube myndband af mér að sýna grunnhreyfingar sem að fer ekkert lengra held ég heldur en bara til milli vina sko. Ok, ég reyna að reddi svo að setja í show notes. en þá svona kvikna áhugin fyrir að hugsa sér að geta gert þetta 300 sinnum hraðar í 90 mínútur. Ég vona að menn sé ekki að taka skæri 300 sinnum í 90 mínútur. Nei, helst ekki sko. Ha? En það svona stefnubreytingarnar og þú veist, að taka sprett og svo lapp og svo sprett og jogg og sprett og þetta svona kveikti í einhverju í mér og þá byrjaði ég svona að pæla í þessu og svo árið seinna 2001 þá var ég svona herri, mér langar að taka einhvern í off-season, prófa eitthvað og þannig byrjaði þetta. Ég held ég að bara kontakta Alexander og við bara hann var, ég held að það var eini gaurinn sem við þjálfum hjá mér og hann kom með svona einhvern veginn í fram og þá byrjaði þetta. Frábært. Og en ertu búinn að vera að taka einhver námskeið eða eitthvað eftir að þú kláraðir námið eða? Já, áður en ég kláraði námið þá var ég svona byrjaður að ég held að teki Clean Health. Það hafi nú einhverju talað um það að hafa verið á slíku námskeiði. Já, þetta er næs sko, af því að líka þetta er bara online og þú fer bara gegnum þetta rólegheitum og þú ræðir svolítið svona peysuna á þessu en ég fór bara görnaði bara gegnum þetta á einhverjum 2 vikum með eitthvað. Performance PT Coach level 1 og 2 er ég búinn með. Performance Nutrition Coach level 1 er að klára 2 núna og Strength System level 1 líka og er að klára 2. Frábært. Heyrðu, við fórum á það kannski meira í fyrirliðinni á Fram en fórum voða lítið inn í Keflavíkur hlutverki því að eftir Fram árið þá ferðu til Keflavíkur og ferðu í stærra hlutverk þar í meistaraflokkunum og ert meira í meistaraflokk karla því að byrjaði með meistaraflokk kvenna en svo bara, hvað segir maður, bara rann það svona hægt og rólega út eða feitað út. En hjá karlaliðinu, hvert var svona þitt hlutverk þar? Það var töluvert stærra í rauninni af því að við fundaði með framkvæmdastjóranum og Sigga og ákváðum svona með hlutverkið og það var svolítið að vera með áherslan var að vera með styrktarþjálfun 2 sinni í viku á pre-season og vera svo fókus á þá sem eru meiddir að koma tilbaka úr meiðslum eða eitthvað svoleiðis á hinum fótboltaæfingunum. Þannig að það var aldrei tala beint uppbytun á æfingum eða leikjum en það þróaðist í það mjög fljótt. Þá var ég bara alltaf með uppbytun á æfingum, uppbytun í leikjum, tók þá út leikmenn sem voru meiddir eða kom tilbaka úr meiðslum á fótboltaæfingunum sjálfum. Þannig það hefur verið bullandi yfirvinna hjá þér í byrjun tímabils þegar allt liðið á mig. Já, það var svolítið við vorum alltaf að æfa þetta voru svona, við vorum að æfa 5-6 sinnum í viku eða stundum 4 sinnum, fór eftir náttúrulega hvort það var leikur eða eitthvað á pre-season en já, þetta var svona hlutverkið, þetta var kannski minna í álagsstýringu af því að við fengum GPS bara miðju tímabili. Kannski líka býtu voru að æfa fyrir utan höllina eða voruð inni í höllinni mest? Bæði, við vorum mest inni í pre-season en svo fórum við eitthvað út. Það er ekki hægt að gera hvað sem er með þegar við erum inni með GPS. Nei, nákvæmlega. En já, við fengum GPS í miðju tímabili þannig að það var ekkert. En þegar við fenguð kubbana, stækkaði þá hlutverkið þetta ennþá frekar og fórstu meira í álagsstýringu þá eða var þjálfarinn bara meira með puttan í því? Já, Siggi og síðan seinna þá Halli var það meira bara í álagsstýra svolítið sjálfur. Ég var meira kannski að fara yfir datað úr kubbanum og var svona að stinga upp á hvernig ég væri kannski sniðugt að gera til dæmis ef einhverju skulduðu sprettmetra þá kannski var maður að taka einhverja eftir leiki eða
kannski auka sprettir eftir æfingar, eitthvað svoleiðis en Þannig þið voru alltaf með þetta live líka? Nei, ekki alltaf sko. Nei, ok. Ég reyndi að tengja eitthvað tíma live en svo dutt alltaf kubbnir úr að þið fóru svo langt í burtu og eitthvað, vorum ekki með, já, þannig að ég nennti því ekki, þannig að ég fór fyrir ykkar að fókusa bara á að bara þeir sem að komu, ég miðaði bara við eitthvað 10 mínútur eða 5 mínútur, þannig að fyrir fyrir 5 mínútur sem á spilaðir þá tókstu einu sprett minna í rauninni. Ég skil. Það var bara alveg í lokin sko, það var síðustu kannski 6 leikunum. Og hvernig varst að setja upp þessi hlaup þá, eins og til dæmis, þú varst að hlaupa eftir leikinn, er þetta með sömu hlaupin eða varstu búinn að reikna út frá einhverjum tíma eins og segir? Já, ég svona miðaði við, hver leikmaður kannski var að taka svona cirka 5 mínútur fyrir kannski einn langan sprett, en þá var ég með sko 30 mínútur build up og 20 mínútur sprett. Ok. Top speed. Reyna að fara það 100% og það var kannski, það var aldrei hárnákvæmt sko. Nei, varstu eitthvað að pæla í Axel Diesel load eða varstu að pæla eitthvað í high speed run metrum líka eða varstu bara að hugsa top speedin? Fyrst náttúrulega náðum við top speed af því að við vorum að reyna að halda þegar voru feskir þá vildum við fá top speed en svo voru við í high speed running eftir það og þá mitt köttaði út bara leikmenn sem að voru að spila kannski 30-40 mínútur en svo voru aðrir sem voru að spila 10-15 mínútur. Okay. En ég segi, við vorum alls ekki að gera þetta, ég held að við gerðum þetta 3-4 sinni sko. Nei, ég skil. En hvernig byggðirðu upp æfingavikuna og svona hvernig var samblandað af fótboltalótinu og gymlótinu hjá ykkur þá yfir pre-seasonið í fyrra? Sko, við vorum alltaf með þetta, Siggi vildi hafa þetta þannig að þetta var mán-mið fös fótboltaæfingar. Ég man ekki langt hvernig við skiptum þessu en ég veit allavega að það var miðvikudagur, föstudagur eða mánudagur, föstudagur átti að vera svona erfiðasta æfingin eða erfiðustu æfingarnar og þá vorum við svolítið að horfa á horfði ég á þetta sem svolítið high-low splitti og þá var datt alltaf styrktaræfingarnar sjálfar á low-dögum, 30 og 50 dögum og þá fannst mér ekki make a sense að setja inn þungar lyftur þannig að við vorum rosa mikið í bara svona minni svolítið hugmyndafræði sem kannski bara að reyna að byggja upp styrk á öklum, mjöðmum, meira range of motion eitthvað svoleiðis stöf og þá kannski einhver smá hoppa því við vorum ekkert að hoppa rosa mikið eða spretta á fótboltaæfingum það var meira kannski svona speed endurance æfingar ekki þegar við náðum ofta ekkert að duttum oft tilbaka þegar komu leikmenn seint inn í tímabil og svo kom annar leikmaður og það var alltaf að stoppa og breyta og það var rosa mikið svona mikið af hiccups hjá okkur við náðum kannski ekki þessu progressive overloadi hægt og rólega yfir tímabilið í rauninni ekki og það var eiginlega alltaf alltaf hver einasta tímaæfingu þá var alltaf að segja og svo hlustar þú líkamann og þá náði ég aldrei að skrifa, við ætlum að taka 3 hringi af 6 repum, svo ætlum að taka 3 hringi af 8 repum, það var aldrei neitt svona progressive overload, þannig að við vorum alltaf bara að fylgja bara holistic approach svolítið. Og það var svolítið sama kannski út á velli líka og það voru að fá mikið að nýju leikmennum því að þetta fyrir tímabilið þá missið alveg, missið náttúrulega byrjunarliðið sitt bara því að svo mikið að leikmennum á láni, samningslausur og alls konar þannig að það þarf að byggja upp lið og undirbúa þetta er rosalega erfið staða. Ég man að ég sænaði og svo byrjuðu bara leikmenn að droppa út og þá var ekki bara fullt af spurningum bara Stefán, ert þú að fara að þjálfa einhverja leikmenn í vetur? Og ég bara, ég veit það ekki, svo byrjuði að kíkja fótbolti.net og svo allt kom frétt og byrjuði bara hverja á leikmenn og voru ekki 11 leikmenn held ég sem við mistum þar af 7-8 byrjunarliðsmenn. Já, það var eitthvað þannig sko, ég man líka eftir að það var viðtal á fótbolta.net við örugglega formanninn og þá var nefnd að segja myndun á í leikmenn því þetta var bara komin þessi spurning, eru einhverju leikmenn eftir í Keflavík þegar kemur að móti þannig að þetta er örugglega svolítið challenging og þurfa alltaf að vera ít á reset með ákveðna leikmenn og einhverjir stíga skrefið áfram en samt ná ekki að progressive og overloada sig þannig að Já, í rauninni, er bara erfitt að passa og þú sért alltaf að fá rétt stimulus ef við erum alltaf að taka kannski skref aftur og bakk eða stoppa eða
þannig að maður næri ekkert að gera neitt betra eða maður næri ekkert að passa að þú sért að detti í betra stand eða þú sért að lyfta meiri þyngd eða höndla meira álag eða það er mjög erfitt sko. Já, nákvæmlega. En þú talar high-low approachið aðan. Ertu að fókusa á hérna vertical integration módelið hans Charlie Francis eða hvernig myndir þú útskýra high-low módelið þitt? High-low í rauninni bara, þú veist, high taxing á central nervous system. Já. Þannig að við erum kannski að horfa á í rauninni ef þú horfir bara á gymmið þá getur við verið að taka lower upper sem high-low af því að sama hversu stóra lyftu þú gerir í upper þá erum samt bara 25-30 stig af þessum 100 í central nervous system taxing dæmi en svo ertu að taka kannski stóra lyftur eins og hnippur eða trappar eða RDL eða hopp eða spretti eða hvernig sem þú setur upp vikuna þá er það alltaf mjög taxing á líkamann. Þannig þú horfir á fótboltaæfingarnar sem svona high-æfingarnar en low var meira gym þá eða? Já, þótt að við höfum í rauninni aldrei sko en þú veist kannski vantaði kannski alveg inn spretti hjá okkur og eitthvað svona en já, þú veist eins og já, ég það var svolítið svona high, low, high einhvern veginn split hjá okkur þetta var smá skrítið Já. En svo er þetta bara líka lærdómur. Já, þetta er alltaf lærdómur. Ég meina að þú lærir af öllu sem þú gerir sama, þú veist, þú náttúrulega sérstaklega feilur sko. Þú veist, þegar þú byrjar að feila þá ertu byrjar að læra sko. 100%. Þetta er gaman að þessu og hvernig byggðir þú svona periodization módelið þitt upp í gegnum undirbúningstímabilið? Eins og segir, þú varst í þessu high-low systemi. Sko, í rauninni, bara náðum ekkert að progressive overloada neitt. Og svo er svo erfitt líka að segja eitthvað þegar þú ert ekki með GPS-tölur. Já. Og þú veist, þetta er bara meira augað og tilfinningin. Þú hefur ekkert í höndunum til að rökstyðja eitt eða neitt. Þetta er erfið staða. 100%. Ég meina, ekki það að ég fíla tölur. Og Siggi er ekki að elska tölur. Elska bara gífurlega mikið. Horfa rosa mikið á þær og það gefa mann rosa mikið sko. 100%. En ég er rosalega mikið í þessu holistic approachi. Ég pælir rosa mikið í líka bara utanaðkomandi áhrifum á leikmann. Varstu þá með spurningalista fyrir leikmenn sem svöruðu daglega? Nei, en ég passaði bara svolítið að vera, þú veist, bara að tjekka, skiljur, alltaf að tjekka á, bara, ég sá alveg var eitthvað að, ég viss alveg var eitthvað að. En við vorum ekki með neitt svoleiðis, mér langar að koma svoleiðis inn, en ég held að sé bara, svo rosalega tímafrægt allt svona og við ætlum ekki að fara inn í kostnað styrktarþjálfara í efstu deildum sko en það er, þú veist sama hvernig þú gerir þetta, þú veist þá finnst mér alltaf líka bara styrktarþjálfara hlutverki er þannig að það er svolítið holistic ásamt tölum þannig að þú veist, þú getur ekki bara horft leið og byrja bara að horfa annarkort þú veist, ef þú horfir bara töluna bara holistic þá ertu að fara að klúðra einhverju. Já, líka þú veist, coaching eye það segir helling en tölur bakkað upp. Já. En svo er íþróttamenn þannig að þeir finna leiðir til að performa og ef hoppi lítur kannski illa út en þú horfir bara á tölurna sem er mega há stundum er eitthvað að hreyfingunni. Já. Þannig að þess vegna er þetta góður punktur og þú mátt ekki bara fókusa á tölurnar þótt að tölurnar séu sko til staðar því að líka oft á tíðum þannig sem fólk nær sér í tölur en það er ekki að taka til í data eða taka til í gögnunum sínum og þá eru bara allir þessi outlaws sem geta komið í til dæmis GPS-gögnunum að inni. Þú veist, maður sé mannaltíðin hlaupa á 41 km hraða. Af hverju er það? Hann misti kannski kubbin og hent honum út og hann á 41 km hraða í loftinu. Þú veist, það er enginn að segja mér einhver gæi sem er að spila í efstild á Íslandi sem á sama hraða og Sæmons. Gleymdu sér ekki séns. Þannig að þú veist, þú verður líka að taka til í gögnunum og skoða hvort það sé einhverjar villur. Til dæmis eins og bara, ég má alveg nefna nafnum eins og Viktor. Hann var bara komið meiðslu þegar við fengum hann svo í tímabilinu þá voru við byrjuð að taka sér að spretta hérna í lokin tímabilinu og hann náði einhverjum alveg frekar háum, ég man ekki hvort það hafi verið 36 eitthvað en hann var að hlaupa mjög aðstæðlega og ég fór alveg svona pæli og ég bara herði, þú veist, mér líður svo að hoppa á einum fæti og bara já, ég er bara að nota eitt fótinn ég er bara, þú veist, mér líður ekki vel í einu fætinu, mér líður bara
eins og sé að stíga bara hvort það verður hægra eða vinstri og hann, þú veist, hann getur hlupið miklu hraðar. Nákvæmlega. Þannig að ef þið bara áttu tölurnar, bara, já, ok, frábært, þú ert að hlaupa hratt, geggjað, cool, bless. Var það í leik eða var það á æfingu? Þetta var eftir leik, þú veist, hann spilaði einhverjar 5-6 mínútur eða eitthvað og svo tók við spretti. Já, því að svona tölur koma eiginlega bara í leik og ert í einhverju transition moment að verjast. Já. Þú ert að hlaupa upp sóknarmann. Já, bara eitt á móti markmanni eða eitthvað svona svaka moment, sko. Já, þannig að það er auðvitað frábært að geta hlaupið hratt en oft á tíðum þegar maður sér svona tölur og maður bara shit, hvað gerðist þetta? En ok, áfram Gakk, ertu notast við einhverja mælingar með félögunum sem þú ert búin að vinna með? Nei, sko, mér langar rosa mikið að sama hvaða verkefni ég tek að mér ef ég tek að mér eitthvað verkefni og þá er ég sérst að vinna með, þegar ég er með fjartal núna með einstaklinga er ég að vinna með sérst bronkotestið, bara upp á svona almennt conditioning. Ok, hvernig myndirðu lýsa því? Það er 0 til 20 metrar tilbaka á 0 aftur á 40 metra tilbaka á 0 60 metra tilbaka á 0 5 sinnum í röð og þú ert í rauninni að þetta eru 29-30 standbreyningar þannig séð, bara fram og tilbaka og 1200 metrar held ég alveg örugglega. Ok, hvar fannstu þetta test? Ég aldrei hýrt Þetta er eitthvað rúbítest sko. Málið bara er að þetta er miklu minna taxing á líkamann heldur en jójó og ég ætla ekki að fara að dissa jójó, alls ekki, en mér finnst að vera rosalega mér finnst ekki að segja rosalega mikið mér finnst þetta þægilt að því að þetta segir bara ef þú ert með, ef þú ert undir 4:30 að klára þetta, þá ertu í mjög góðu standi ef þú ert yfir 5 mínútur, kallmenn þá ertu ekki í svo góðu standi og ég get reiknað út mass hraða sem er maximal aerobic speed hraði og ég get sett hlaup fyrir þig, tempohlaup sem er hentað nákvæmlega þér og svo tekið þetta aftur eftir 4-6 vikur og þú getur tekið þetta test og svo farið á fótboltaæfingu til dæmis en þú kannski er að taka jójótest og þá tekur bara jójótest það samt? Ég finnst bara að segja þannig sko. Ok, mér finnst ekkert fyndnar heldur að menn halda þessi bara jójótest svo búið. Já, þú veist, þú spilaði 90 mínútur fótboltaleik sko. Já, nefnilega, þannig að ég svona ef þú getur ekki meira þá ert í ömurlegu standi og ríða í gang. Það er staðreynd. Nei, ég meina, svo eftir jóðutest, þú veist, þá myndi alveg mikið sens að taka bara fullt af tempóhlaupum eftir æfinguna til að nýta æfinguna, þú veist, eða spila fótbolta, whatever, en oftast þá sem að bara jóðutest og svo allir heim. Já, ég skil það ekki, sko. Það er bara svolítið waste of time. Já, það er waste of time. Ég er samanlega ef þú gerir það þannig og það er líka ekkert fáránlega heldur en þegar menn trúða öllum testum á sama dag, þú veist, þoltestin og krafttestin, það bara make sense fyrir mér að hafa þetta saman. Nei. Og hvað þá þú bætir styrk ofan á það, það er alltaf einhvað testið sem mun bitna á. Spretttest og þoltest, fullkomlegt sens, þú veist, minnst það alveg alltaf leið, þú veist, af því að það ortu kannski að taka, ekki njóst að taka bara einhver mörg test í röð á sprettum og keyra það út, en ef þú taka kannski bara 1.20, 1.10, 1.20, 1.40, 1.60 þá verður líka að byrja á sprettinum sko. Já, en þú ert ekki að fara að taka þoltestið og svo sprettestið sko. Alls ekki Þannig að þetta líka finnst mér skipta mjög miklu máli, hvernig þú setur upp testið. Varstu að taka líka sprettestin eða varstu bara með tímatestin? Nei, það var sem sagt við náðum ekkert að taka neinn bronkotest. Ok. Og við ætluðum, held ég að taka jójó, ég held við höfum ekki tekið jójó. Nei, ok. Fitumældirðu? Falur gerði það í sjúkraþjálfarinn. Hann gerði það reyndar held ég bara fyrir season. Við heldum við höfum ekki gert það ekkert yfir tímabili til að fylgjast með? Nei, ég held ekki sko. En stokkmælingar, einhverju prófælar eða eitthvað svoleiðis? Ekkert svoleiðis. Við ætlaði vorum ekki með þetta. Þið voru bara með puttan á púlsinum og öllu þarna hér? Já, þetta var svolítið professionals hjá okkur. Nei, allt í góð, þetta er bara að hluta þessu, þetta snýst ofta líka að hafa aðgang að tækjum og tólum og það er ekkert allir sem hafa þau. Já, og alls ekkert eitthvað svona, þú veist, maður er alls ekkert dissa Keflavík eða neitt sko. Málið er bara að sum félög fara það svolítið bara all in í þessu svolítið og kannski mér finnst vera fá félög sem gerir þetta vel, það eru nokkur sko sem er að gera þetta mjög professional og svo er svolítið svona eins og sé bara svolítið svona aðeins eftir á með þetta að gera og það er ekki, finnst mér ekkert eitthvað svona félögunum að kenna, ég held að sé bara svolítið að það vantar bara að láta þau vita að það þarf að gera meira, það þarf að
vera með betri ekki beint standarda en samt standarda, skiljum Já, bara eftirfylgni og hafa svolítið puttan á púlsinn í þessu líka því þú vilt Já. vita hvort þú sett á leiðinni rétt átt með prógramminu þín og álagsstýringunni sko. en svo náttúrulega hjálpar ekki félögunum ef að það er kannski styrktarþjálfari og hann hefur engan áhuga að gera þetta eða Nei, auðvitað ekki, þannig að- Það verður að vera og líka kannski hjálpar að heldur ekki að þjálfarinn metur öllu sama þetta Einmitt. Það er líka alveg, En sumum er alveg sama að séu framkvæmt test Já, en þú þarft að vera með þjálfara sem að vill eða þjálfara sem að virkilega tristir styrktarþjálfurum bara í að gera nákvæmlega sem hann vill gera Nákvæmlega 100% Þarna, ok, núna ertu búin að vera hjá Fram, þú ert búin að vera hjá Keflavík Hvað er framöndan? Hvað eru næstu skrefin á ferlinum hjá þér í þjálfara bransanum? Sko, ég ákvað ég held að það hafi verið svona ég held að það hafi verið viku áður en að seasonu kláraðist hjá Keflavík þá og ætlaði ég að senda einhver mail, ég held ég að senda bara eitthvað svona 6 mail á félög og svo bara hætti ég af því að ég fór bara að hugsa einstaklinga og vera með einstaklinga í þjálfun og mér finnst það mjög gaman bæði einkaþjálfun og fjarþjálfun af því að þá ertu með einstaklinga sem virkilega sækjast í það að betur bæta sig versus kannski að vera með félag eða whatever þar sem að þú ert í rauninni að ýta þínum rosa háa standard á alla hina og það eru einhverjir sem mæta þeim en svo er kannski ekki allir sem að setja jafn mikinn effort í þetta þannig að auðvitað væri ég til í að vera kannski partur af einhverju félagi eða partur í einhverju hlutverki sem að maður er að stjórna einhverju, álagsstýra og maður er ekki svolítið svona til hliðar maður er langar svolítið að gera meira ég veit að ég er bara búin að vera í þessu 2 ár en á bara fyrstu 3 mánuðum til að mig sjá Fram þá langaði mig strax að gera meira mér langaði að vera í meira hlutverki og mér langar að þó að maður veit ekki allt þá langar mér að byrja að prófa eitthvað maður langar að setja sína pælingar inn í fótbolta á Íslandi og mögulega er ég að skoða eitt félag en það kemur bara alltaf í ljós hvað ég gerir mér finnst einstaklingar mér finnst það heilla mig mjög mikið sko af því að þeir sækjast í þig þeir vilja bara ég vil bæta mig ég vil gera þetta og þú ert bara að leggja alla vinnuna í það og tala ekki það að þú farið með greitt fyrir það svona accordingly skilur Þannig að bráðum sjáum við á fótbolta.net í Svega staðfest þú í nýtt lið mögulega en það er ekkert staðfest eins og er En ok, nú segist þið líka að vera að þjálfa einstaklinga Hvað er þetta að þjálfa þessa einstaklinga? Ég er í world class hef alveg líka verið að fara bara til dæmis til Keflavíkur að þjálfa nokkra sem voru í bæði yngri afreksflokkum þar og fyrir leikmenn og hef þá farið bara ég held ég að verið í Alpha Gym eða eitthvað sem að Já, hann Einari Já, en ég bara farið þarna tvisvar sko en er í world class að þjálfa bara dagstæla og er þar alveg ég þó nokkuð marga klukkutíma á dag Og hvernig er besta leiðin hérna fyrir fólk að ná í kallin eða vil komast í þjálfun til því? Það er eiginlega bara Instagram sko bara svona Sturlu annars er ég líka með e-mail en það er stefan@fortiusathlete.is en það er oftast bara Instagram það er þægilegast sko Það er þægilegast Svona í lokin, hvaða bækur, námskeiða, podcast mælirðu með svona í lokin? Herru, svona almennt þá mæli ég með alltaf með Huberman Lab mér finnst hann bara geggjaður bara upp á allt bara heilsu, næringu, svefn you name it sko eina sem kannski passa á það er að ef þú ert íþróttamaður þá setja ekki að taka allt sem hann segir bara til hins ítrasta eins og ég hef tekið eftir að sumir gera af því að þetta er meira sem vera að tala kannski almenna fólkið Svo náttúrulega bara að sjálfsögðu að hlusta á þetta podcast, hjálpar Mindpump er líka helviti næs þar eru alltaf 2 sem eru svona kannski meira bodybuilding fitness gaurar og svo eitt sem er með svona meira performance based þjálfun og það er með það heldur með fyrir svona bara almenna hlustandan en námskeið, ég mæli mjög mikið með clean health ég læri hellinga af svona hypertrophy sets, styrtar sets munin á relative og absolute strength einhverjar æfingar
æfingar kannski, maður meira kannski bara að finna út hvað hentar þér og þínum hugmyndafræðum sko. En clean health klálega máli líka ekkert það dýrt. Svo náttúrulega bara sækja ykkur námskeið sem var KSI, ég held að Magni Mór var með þarna daginn einhvern tímann, geggjaður. Frábært námskeið. Bara, þú veist, lærið þvílíkt líka bara að sjá hann, þú veist, út á velli af uppbytun með að stað áhugavert og líka bara hvernig fótboltinn að stefna og vera svolítið bara með, einmitt, frekar að taka meir en minna vegna þess að, þú veist, þótt að þú sérhæfið í ykkur einu, þá einhvern veginn viltu samt breykka aðeins meira út, svona, þú veist, ég að taka Strength System International sem sko squat, deadlift, bench og allt þetta, en það hjálpa mér samt að til dæmis læra Q fyrir leikmenn og byrjendur og whatever, þannig að ég segi bara því meira því betra þótt þú sért með sko svart og hvítt námskeið sko, svo getur líka að fara þú veist, einmitt pæla í, þú veist, mér ekkert sammála öllu sem að námskeið að segja oft sko, bara eins og í þetta heilsufræðinni, ég meina ég þurfti að svara 3 vitlausum svörum til þess að fá rétt á prófinu þegar ég veit að þetta var rangt, til dæmis. Við ætlum ekki að byrja þarna, Guðjón, við stoppum bara þarna. Heyrðu, þetta bara frábær loka orð. Heyrðu, takk fyrir spjallið Stefán. Takk svo fyrir. Og gangið sem allra best og vonandi finnur félag. Já, mögulega. Segjum það, bless. Takk.